Hvað er kirkja? Þegar ég segi kirkja, þá koma mismunandi hugmyndir í hausinn á fólki, á mismunandi fólki, og sumir hugsa kannski byggingar, aðrir staðsetningar og kannski jörðin sem kirkjan á, eða kirkjugarða, og aðrir hefðir, kannski giftingar eða fermingar eða jarðarfarir. En hvað er kirkjan? Við sjáum að í Nýja testamentinu að þá er Jesús Kristur, hann er að stíga upp til himna og hann gefur lærisveinum sínum verkefni og það er að fara út og gera allar þjóðir að sínum lærisveinum. Kenna þeim að fylgja því sem hann var búinn að kenna þeim. Og svarið þeirra við þessu verkefni var að fara út og byrja kirkjur út allt. Og ég byrjaði að pæla í hvað er kirkjan. Hefur hugmyndin hvað kirkjan breyst yfir síðustu 2000 ár. Og ég skoðaði gríska orðið fyrir kirkjuna sem notaði í Nýja testamentinu sem skrifað á grísku. Og ég kemst að því að þetta orð, ekklísía, búið að vera í notkun 500 árum áður en að Jesús notar þetta. Þetta er ekki kristið orð. Og þetta orð ekklísía var notað á Róm til þess að tala ríkisborgara Róm í ákveðnu svæði. Það er að segja samansafna ríkisborgurum þeirra. Og þannig að þegar við heyrum orðið kirkja og þegar talum orðið kirkja í Nýja testamentinu, þá erum við að tala þessa hugmyndum að hér eru ríkisborgarar himnaríkis á jörðinni. Þannig að við sjáum strax að hugmyndin hvað kirkja hefur ekkert með byggingu að gera í upphafi, hefur ekkert með staðsetninguna sem kirkjan hittist á, hefur ekkert hefðinar að gera, heldur hefur að gera með hvaða fólk mætt á svæðið. Það getur hist á ákveðnum stað, það getur hist í ákveðinni byggingu eða ákveðinni staðsetningu, það getur verið með sínar hefðir, en það ekki það sem gerir kirkjuna. Kirkjan ríkisborgarar himnaríkis komnir á jörðina til þess að lifa fyrir aðra menningu, lifandi fyrir annan konung. Og þrátt fyrir að við séum í íslensk vegabréf, þá þýðir það að mitt heimili endanlega ekki á Íslandi, heldur einhvers staðar ekki af þessum heimi. Og lofstofan vill vera það. Við viljum vera kirkja, ekki bygging, ekki hefðinar sem við framkomum, ekki staðsetningin sem við hittumst á. Við viljum vera kirkja. Ófullkomið fólk, brotið fólk, komið saman til þess að þekka Jesú Krist, til þess að líkjast honum og gera hann þekktan í okkar daglega lífi. Og með þessa sýn þá þurfum við á hvort öðru að halda. Þegar við föttum að kirkjan ekki byggingin sem við hittumst í, heldur einstaklingarnir komið saman, þá föttum við að hver einstaklingur hefur sitt hlutverk fram á að bjóða. Guð búinn að gefa hverjum og einum eitthvað hlutverk til þess að þjóna í að byggja upp sína kirkju. Allt í einu einstaklingur ekki bara þörf á þeim til þess að koma inn í kirkju og fylla upp ykkur sæti, heldur einstaklingur allt í einu með hlutverk. Hann hluti af kirkjuna, hann það sem gerir kirkjuna. Hver einstaklingur sitt hlutverk í sinfóníu Guðs á jörðinni og við vitum það að leið og eitt hlutverk dettur út, þá sinfónían frekar stór og svo framvegis, en leið og eitt hlutverk dettur út, þá hefur það áhrif á alla sinfóníuna. Að kirkjan geti verið eins og mósaík, að þannig mörg brot komin saman til þess að búa til eina heildarmynd og þannig Guð að búa til sína heildarmynd á jörðinni til þess að gefa sér dýrna í genum brotna einstaklinga. Og eftir samkomur, þegar kirkjan búin að koma saman á sunnudögum eða í vikuna, þá fer kirkjan út og í sínu daglega umhverfi lifir fyrir aðra menningu, lifir með aðra ást að leiðarljósi, lifir fyrir það að gefa Jesú Kristi dýrina en ekki komast efst á píramídann og eiga allt eða fá alla dýrina sjálf. Og við getum verið mismunandi einstaklingar eins og mósaíkin gefur til kynna. Við getum verið með mismunandi húðliti, mismunandi menningar, mismunandi áhugamál og áherslur í lífinu. Við getum verið frá mismunandi menntun í bakgrunn okkar. Við getum verið gert mismunandi mistök og svo framvegis. En það svo fallegt við kirkjuna að í hversu mismunandi við erum, þá sést verk Guðs á jörðinni. Að þrátt fyrir að vera svona mismunandi, þá erum við blóðtengd fyrir blóð Jesú Krist. Og hver og einn einstaklingur með sitt hlutverk hefur eitthvað fram á að bjóða. Og flott kirkja þá ekki eitthvað flott bygging eða eitthvað flott arkitekt. Heldur flott kirkja allt í einu orðið fólki sem komið saman og hversu fallegt það að sjá fólk frá mismunandi menningum, mismunandi tungumálum koma saman til þess að tengast hvort öðru og gera Guð dýrlega. Og lofstofan kirkja. Ekki bygging, ekki staðsetningin sem við hittumst á, ekki hefðinar sem við gerum, heldur fólki sem komið saman til þess að gera Jesú Krist dýrlegan. Við erum ófullkomið fólk með það verkefni að þekka Jesú Krist betur, að líkjast honum betur og gera hann þekktan í okkar daglega umhverfi. Og þú ert velkomin eins og þú ert. Þú, þína spurningar, efasemdir, fortíð, mistök og allt sem fylgir því að vera þú. Margt fólk segir við mig, ég þarf aðeins að taka til í mínu lífi áður en ég gerist hluta af kirkjunni eða kem til Guðs. Það fyrir mig að hljómar eins og að ég ætla að koma mér í form til þess að fara í ræktina. Það meikir ekki sens. Kirkjan staðurinn þar sem Guð tekur brotið fólk
og geri það hluta af listaverki sínu á jörðinni. Þannig að endilega láttu sjá þig, lofstofan er kirkja, lofstofan er fólkið, komið saman til þess að gera Jesú Kristi til það.